Þeir eru búin að taka velun. Leikur líkur. Það bara lægi hjá því liðið sem að vinna. Já, framar að vinna og framlægi. Ok. Það byrja að klára. Þú ekki bara tekið með mér? Bara... Ekkert hljóð eða? Jú, núna. Það er hljóð, ok. Heyrðu þá bara dettu inn í útsendinguna hérna. Er þetta on eða? Já, ég með tyggjó, ég þarf að fara enda því. Já. Við erum orðin live eða? Bergur, erum við live? Já. Við viljum bjóða okkur hjartalega velkomin hér í útsendingu Fjölnir TV frá fyrsta úrslitaleik þessa morgun síðan hjá okkur. Það er fjórði kvenna yngri Víkingur Fram. Við biðjumst innlega velvirðingar á því að hafa dottið svo sent inn í útsendinguna. Það er 9 mínútur búin að leiknum. Staðan 3-3. Staðan er 3-3, já, og við munum segja ykkur stöðuna jafn harðan og tilkynna ykkur tíman. Og vonum að þið getið hort á og notið með okkur. Og ef þið hafið tíma að koma að tökka og koma í Dalhús í dag, þá verðum við hérna til 10 í kvöld. Hann er Karlan Jack að skora. Það er leikmaður númer 25 að skora sitt fyrsta mark, Karlan Jack. Fín stemning hérna, Bergur, þegar leikurinn var að byrja, það voru nú fáir í húsinu. En það eru komnir vel yfir 100 manns hérna, gott betur, nálega 200 vel. Núna myndalinn komin í gang, þannig að fólk sér það betur. Já, myndalinn er komin og hérna, það er bara vel mætt og góð stemning, ég fíla þetta. Svona stemmi morgun. Þeir eru að dæma leikinina Arnór Jón og Patrik Maximilian. Og eftir sem það eru Valgeir Egill Ómarsson, svo er allt HSI gengi hérna og Ingvar Dákarsson og Bergur Snorrason. Eða Snorra Ón, eins og hann kallar alltaf á leikskýrslum hjá meistaraflokki. Og svo er þeirri á kamerunni, þetta klikkar ekki Hafdís og tónlistinni, það getur ekkert klikkað í dag. Það er bara svo leiðis og vel varið. Jájá. Það setja þetta varið hérna á Önnu Völu Axelsdóttur og svo er vítakast, það er guldspjald hér. Á leikmann nr. 5 sýnist mér. Sem er Sóley Bjarkadóttir sem er búin að skora 1 mark. Nú markaskorarnir eru Brynhildur Vala komið 2 mörk fyrir Víking. Karlan Jack 1 og Sóley Bjarkadóttir 1. Það er leikmaður nr. 77 Harpa Elín Haraldsdóttir. Það er sett í liði Fram er Elva Björg með 2 mörk. Hún er nr. 17, Harpa Elín var að skora nr. 77. Og Marja Ellen er með 1 mark líka 79. Staðan er 4-4 eftir tæplega 11 mínútur. Fín þessa stemningina, heyrist vel í og trommur og lætið á, fínt skotin í slána. Já, flott í stúkunum, heyrist í öllum og... Já. Þetta er bara fín stemning. Trommur báðum einn. Já, og engar svaka, ekkert einhverja litla trommur, svakalega trommur. Já. Einn þannig að risa tromma fram með henn allavega. Já. Einn duglegur hann að, ég er líklega foreldri sem er með trommundar. Eða bara hansi áhugamaður sportum. Eða það. Gæti líka verið. Kannski er það bara leiður trommari. Já. Já, er þetta ekki trommarinn í springjöllinni? Gæti verið. Gæti líka verið trommarinn í hérna búdrýjandi. Já, hræði. Þeir eru alltaf svo langt síðan þeir eru frægir, þannig að passa alveg lúkið sko. Æja, Framarar í sóknina, við erum ekki búin að tala um leikið þannig lag. Þetta er mikið út hérna við félagarnir. Æja, framstelpur í sókn og vel spilað. Við erum slútað, flott skot. Númer 79, Marja Ellen Birgisdóttir. Marja Ellen Birgisdóttir var að skora annað sitt annað mark. Já. Þetta er bara svona, ég vissi þetta ekki. Já. Það er ekki slæmt. Það eru Víkingar í sóknina. Staðan 4-5, sett Framarar sem eru gestarlið í dag. 5-4 yfir, 12 mínútur liðnar. Og já, vel brotað inn í verðinni. Hún var með á nótunum Harpa Elín Haraldsdóttir. Þessi, hvort við heimalið? Heimalið Víkingur, eins og stendur á skýrslunni. Sá það ekki, stakkan. Ekkert málvinur. Þá er Patrik Maximilian búinn að dæma fríkast. Og sjáum hvernig Víkingum framvindur henni þessari sókn.
Boltinn inn að hægra megin, gengur yfir á miðuna, klippingur í Karlinu og boltinn í horn. Sóley boltinn yfir á Brynhildi, Brynhildi skoraði fyrstu 2 mörk leiksins, búin að vera róleg síðan, áttu gott hraðaflip hérna. Höndin er uppi og hvað gerir Karlina, hún skýtur yfir, stannig 4-5, 13 mínútur liðnar, framstelpi fá boltan. Já, má búast við miklu markvörsluðu fram með Rólandi Ratse sem... Já, það er spurning, Harpa Karin kom með 1 bolt á varinn og Anna Vala í liði Víkings kom með 2 en það er búið að dæma þetta fríkast og víti í bæðiskipti sem hún hefur varið. Það telst með? Það telst, ég minn ef hún hefði ekki varið þetta, það hefur verið bolti varið inn. Þannig að, en ég var nú bara að benda, ég var ekki að geta lítið úr því. Eins og þú varst að reyna í að. Þú myndir aldrei gera það? Nei, ég bara gera það ekki. Og framstelpur inn í sókninni, boltinn vinstra megin, gengur út í horn, aftur á skyttuna og víti þetta. Vá, ég held að Arnóra Vatla þetta var fríkast. Hún náði svona að klungra sér í vítafæri þetta. Það voru að fara að brjóta á henni en svona leiði henni að klára, fara á langt. Æja, það er að Harpa aftur á punktinn. Hvað gerist hér? Og það er mark! Skorar. Leikmaður númer 77 með sitt annað mark, Harpa Elín Haraldsdóttir. Harpa Elín að skora sitt annað mark. Já. Er Harpa Elín Haraldsdóttir, er hún dóttir Haraldar Þorvarðarsson? Ég sá hann innan niðri. Já, hann er mættur sko. Hann er ekki á skýrslu. Hann er náttúrulega ennþá yfirþjálfari Fram þó hann sé búinn að semja við Fylkjan, tekur við þar í sumar. Já, það. Þannig að annarkvort er hann hér bara sem einskjær áhugamaður eða þá að hann á dóttirliðinu. Hann er alltaf það gamall, hann getur á dóttirliðinu. Já, ég held að þetta geta alveg verið dóttir hans. Já. Bara á því, ég veit ekki. Hann er fyrir út af með blónu sín. Já. Hann situr í stúkunum með Steinunni Björnsdóttur, leikmanni Fram í meistaraflokki kvenna. Svo er Halli, fráfarandi þjálfari Fylkis hér í stúkunni, hann er að fara að þjálfa náttúrulega 3. flokk kvenna hérna seinni í dag. Þær spila á móti Fram í úrslitum. Það eru margir hörkuleikir í dag og það verða margir meistaraflokksleikmenn í leik Fram og Fylkis í 3. kvenna og margir meistaraflokksleikmenn í leik Vals og Fram hérna síðar í dag. Í öðrum flokki karla sem eru lokaleikur dagsins klukkan 20:30. Alla dagskrárna má finna á vef HSI og á Facebook síðu okkar Fjölnis. Það er bara Fjölnir handbolti. Það er event sem að viðburður sem þetta á Facebook sem að sýnir ykkur allt þetta. Númer 89, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Með sína aðra veislu þá? Já, Harpa með sína aðra veislu, þetta var vel varið. Og Framar að fá á boltanstaðinni 4-6. Fram yfir 6-4, 15 mínútur liðnar. Þú ert að spá í hálfleik? 10 mínútur í hálfleik, hvað segir þið? Þú ert að spá í hálfleik? Já, við spáum í hálfleik að sjálfsögðu. Og boltinn hérna Fram, góð sending á Brynhildi og það er brotið á Ísabellu Ösp. Og gult spjald hérna á varnarmann Framara. Já, þetta er alveg rétt vel. Sýnist að vera Sæjun Nanna sem fóði gult spjald, leikmann um 57. Það er mikið að vinna með 7 hérna, 57, 67, 77, 17. Já, þetta er eitthvað kynning. 79 líka. Já, Díana ekki sátt. Nei. Ég er samt ekki á því að það hafi verið víti með svona og voru að brjóta svona hlið eitthvað. Já, fríkast bara rétt. Já, fríkast og gult, mér finnst ekki það. Já, fyrr dómur. Eru búin að dæma þetta vel núna fyrstu 15 mínúturnar félaginu, fyrstu 16. Já. Og það er leikmaður nummer 77, Harpa Elín sem fær 2 mínútna broti svona dæmt vítakast. Brjáluð. Já. Fekk á hann einhverja blóðna sem þurfti að fara út af. Það er nóg að vera hann á vellinum. Nú ætlar Karolína Djakkarinn að minnka munin í 1 mark hér. En það er mikið í húfi Bergur, það er Íslandsmeistaratitill í húfi. Það er spilað Íslandsmeistarabikarinn hér í öllum leikum dagsins. Og Karolína, og það var þið! Hún er frákastinu. Númer 89, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Já, takka fríkastir í 1 og hafa þetta flöðu. Já. Þetta hefði að kærkomin tækifæri til að minnka hann í 1 mark en þetta var vel varið á Hörpu Karen. Þetta er 3. markvistan hennar. Og með þessu leiðaldæmd í handbolta og fótbolta þá tala að láta verið fyrir þetta, bara vel varið. Já. Og það sjá, við erum að sjá númer hérna. Og númer 21.
Á leikmann númer 21 með sitt fyrsta mark, Hekla Sól Hafsteinsdóttir. Hekla Sól, minna ég las vittlust. Hekla Sól staðan 5-6 Bergur eftir 16:40 og Framarar einu markið þá. Það náði að minnka munni í þessu sókn, þannig að það skiptir nú ekki öllu máli. Ég ætla að segja með víti áður en höldum áfram með leikinn. Það er alltaf að tala um að láta verða þessu ef þú fer í dauðaferð, ef þú fer hérna að tekur vítakast eða vítaspyrnu eða eitthvað, þetta er handbolta fótbolti. En markmenn verður, þú lætur ekkert verja frá þér. Eru markmenn alltaf að láta skora þessu, þetta er leiðilegt, markmenn fá ekki hrósið og þetta er bara vel varið. Þannig að ég segi þetta aldrei hvert fólk til að hætta að nota þetta í fjölmiðlum og láta verja hrósið. Þetta er áskorandi stöð á 2. En hérna, leikurinn er ennþá í gangi, 5-6 staðan, 17 mínútur liðnar. En þetta er ekki eina sem stöð 2 gerir illa í... Nei, en við erum ekkert að skjóta það og þó við sem flottastir hér í sjónvarpi allra landsmanna, alls heimsins. Já, við erum allstaðar. Sjónvarp, þjóðarinnar og veraldarinnar. Nefn í Kína. Já, þeir með ekki horfa okkar þar. Þeir fara ekki á YouTube eða eitthvað. Nei, hvað var það? Þeir mega ekki. Það er lukka á það. Það er veistla. Það er hérna skot langt yfir, nú geta vingar jafnað. Já, það eru manni fleiri í 15 sekundur viðbót. Já. Geta nýtt sér það eitthvað. Vel gert þarna. 6-6. Númer 25, Karolína Jack. Með Anna Markisitt. Karolína með Anna Markisitt, já, og jafnar hér 6-6. Það er smá leiðilt á töflunina að við séum ekki með markaskoruna. Við kannski reynum að setja það inn fyrir næsta leik. Hver var klukkunni? Á kannski allt, Hver var klukkunni? Toggi og Ari eða ekki? Hver er það með Þorgeri? Hjalti. Nú. Hann er á skýrslunni hérna. Ari átti að vera á skýrslu held ég. Það var búið að setja hana í það hlutur. Já, ok. Toggi kann þetta. Sjáum hvað verður. En framstúlkur hér með boltan. Já. Í stöðunni 6-6, 18,5 mínúta liðin að leiknum. Lágskóð framjá. Það skotur á mig frá Hörpu Elinum. Var það ekki enn? Ha, Ég sá ekki hvort hún hafa varað. mér síndist ekki. Karolín Jack driplaðina, Sindra Brynhildi. Karolín og Brynhildur hafa, já, lengi spila mjög vel saman. Og, já, ég var nú að þjálfa gegn þeim í fyrra, það var nú bara erfitt. Það er mjög góðar, mjög öflugar. Vel varið. Númer 89 með sitt 4. varðarskot, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Já, Harpa Karen fær gott klappan á stúkunni. Framar að vel með á nótunum í stöðunni 6-6, aftur með boltan hér. 19:15 og klukkunni geta komast yfir, já, aftur voru 6-4 yfir. Og ég minna á setni dag og verða hérna í þriðaflokki kvenna og verða til dæmis Ágúst Þór Jóhansson og Kári Garðarsson að lýsa. Og svo verða hérna Kempur hingað þangað, Baldur Fróði Hauksson kemur hérna, Alexander Jón Másson. Nei. Lárus Helgi Ólafsson. Alla með þetta. Já, Jakob Steinn sem átti troll.is. Ég er að fara að lýsa með þessum höfðingjum. Ég er að taka sig eitthvað leikið með þessum vitleysingum. Ef þú byrja að dæja með mér. Hvað segir þið? Ef þú byrja að dæja með mér. Já, ég veist allir dag að byrja með þeir Bergur minn og þeir eru betri fyrir vikið. Það er bara svoleiðis. Kott út í plús og allt það. Það er ekki annað þetta að segja. Númer 1, Anna Vala Axelsdóttir. Anna Vala þetta með þriðja var að skota sér þetta. Hún þurfti ekki að hafa mikið fyrir þessu. Stóð bara 6-6, 20 myndir liðnar. Myndur þú segja að hún hafi látið verja frá sér? Hún hefði ekki varið hennar bolta. Já, þetta var vel varið, skilur. Hún stóð fyrir, það þarf að gera það. Þetta er Karolína Jack. Og með sitt 3. mark, númer 25 fyrir Víking, Karolína Jack. Getur aðeins. Ok, komið. Það er hérna soundcheck. Það er soundcheck í stöðunni 7-6. Það er 7-6 fyrir Víking gegn Fram hér. Eftir 20,5 mínútur. Já, við erum alltaf báðið sveittir yfir því að Haukar sé ekki í öllum úrslitunum minna svo við getum spila ekki lengur lítill fugl, ekki lengur þetta rugl. Besta stundsamannlag heims. Með fullri virðingu þá er þetta ekki gott stundsamannlag. Þetta er geggjað þetta, IBF og KR eru bestu lögin. En svo er náttúrulega Framarar veistla, Framarar. Herri, en Fram er í sóknir og við mögum ekki missa okkur of. Það er ekki gott heldur. Það er eiginlega bara KR. Framarar, þetta er reymur hérna, mjög rótlega. Herri, það eru 4 mínútur eftir, 7-6 að staðan, 4 mínútur eftir að fyrra áleik, öll endur. Svo séum við ekki að missa ykkur hérna. Og það er þannig í dag að því það eru að spila Íslandsmeistaratitil þá er leikinn til þrautar. Þannig að ef það er jafnt eftir 2025 þá er 2005 framlenging, ef það er jafnt þá er 2005 framlenging, þá er það jafnt þá er vítakastkeppni. Þetta er svona fyrirkomulega í alla dag. Farið í slána, ég held að hann Anna Vala varði þetta. Já, segðu. Númer 1, Anna Vala Axelsdóttir. Og Brynhildur
Það var þið. Já, vel varið. Og með sitt 5. varðarskot númer 89 Harpa Karen Gullustóttir. Það var bara eins og verið körfubolta, þetta var löglegt. En hún driplaði. Já, hún var svolítið, ég er samanlega, driplið var svona það voru ystunöf. Já, en ég held að það var samt verið löglegt. Já. Og Róland tekur leikli. Og þá taka gestinni leikli í stöðunni 7-6. Já. Þarna, við heyrum á framlagið. Geggjalag, heyrið þetta. Góði gestir, góðir áhorfendur. Þetta er geggjalag. Það held ég að strekki eitthvað í sig á mig, svo. Já, ég hef lent í þessum daginn. Ég var alveg með þennan daginn. Lentur í þessum daginn, náður hann mikið upp. Bergur, við erum að lýsa hér fyrir. Það er örgulega ungir. Alþjóð. Já, og örgulega ungt fólk að hlusta. Það veit ekki hvað ég er Það að er klappað við framlæginni hér, já. Glæsileg stemning hér í stúkunni. Halli klapp. Róleg stemning svona. Já, þetta er gott, ég er að fýla þetta. Þetta er mjög krúllegt lag. Ég veit ekki hvort ég myndi vilja hafa þetta sem stöðun. Jú, svo. Og svo nú kemur við lagið. Framarar, framarar, na na na. Þetta er svona Eurovision lag bara. Þetta er svo Míka-lag. Nei, Hreimur á að senda þetta í Eurovision, það er bara svoleiðis, ég vil fá framarar í Eurovision. Það er mín krafa. Ekki það ég hafi efna að vera með eitthvað kröfur hér. En það er Þetta náttúrulega er alveg svo Míka-lag. þannig. Nei, ég man ekki hvað heitir Míka-lagið. En þetta er alveg eins. Já, þetta er geggjað. Það er 21:44 á klukkunni, það er 7:06. Ég skal reyna að hætta að hugsa um Míka. Getur ekki stoppað þetta? Við getum ekki spilað þetta út leikinn, sko. Það tekur bara samband í Vestá. Hafdís er í ruglunni en á tónlistinni. Ég er að fýla hrikalega vel spilað hjá henni. Þetta er svona ekki vandamál. Já, þetta er geggjað. Ég vil fá Hafdís inn í allan dag. Hún segist bara allar á fyrstu 3 leikjunum. Við kveðjum hennar klukkan 22 kvöld. Það er bara þannig. Hún verður inn í allan dag. Spila framlagið allan daginn. Hvenær kveðjum við mig? Bara eins og kvöld líka, helst. Ég ætlaði pottin. Það verður náttúrulega einhver að vera tæknumæður nættir. Já, ég veit ekki, sko. Ég meina, þetta er svolítið autopilot núna. Hvað segir þið? Þetta er svolítið autopilot núna. Já, það fyrir svona að setja upp viðbyrning. Er það að gera það fyrirfram eða? Já, hann er allur uppsettur. Þetta er bara eitt viðburður. Er það bara að setja upp alla leikina? Það er bara eitt viðburður. Hvað segir þið? Allir leikirnir á saman. Er það svoleiðis? Já. Viljum við ekki hafa, þú veist, þannig að fólk getur ítt á einn og einn link, skilur við? Ég get það líka, en þá þurfum við alltaf að, ef fólk ætlar að horfa á þetta allt saman, þá... Það er enginn að horfa alla leikina einu. Hvað? Við þurfum að setja upp hvernig viðbyrð. Klárt. Ég get það. Já. Það er ekki það. Vel varið þetta. Númer 89 með sitt 7. varðarskot, Harpa Karen Gullustóttir. Harpa Karen hérna, hún er bara að tryggja það að framstelp byrja að sensi hérna leik. Hún er að fara á kostum. Já, hún er með 6 varðarskot, Anna Vala með 4. Og staðan er 7-6, 2 mínútur eftir að fyrra leik. 23 mínútur liðna sér og það er fínasta stemning í stúkunni. Spurningarna á myndafélni aðeins út í hornið. Þið er eitthvað aðeins að gleyma sér hérna. Já, bara svona aðeins að... Hún er að standa sér vel samt. Já, ekki. Það eru einhverjir sem hafa verið á myndafélni sem hafa stundum glemt Það er rétt. Sagt það. Og þetta var ómögg skref, já, þess vegna bótið hann fríkast. Hann sýnir okkur það hér, svo hann horfði á okkur. Hann veit að... Með leipar sér að vera mikilvægur. Hann horfði í myndafélina. Jep. Hann veit að það eru 38 að horfa á þetta heima. Það er svoleiðis. Já, bara veistla. Það er meira en oftast. Við byggjum innlega heils ykkur öllum sem er að horfa og hlusta á okkur. Og hérna er skot sem er varið. Vel varið. Númer 1, Anna Vala Axelsdóttir með sitt 5. varðarskot. 1 mínúta eftir hér af fyrri hálfleik í stöðunni 7-6. Hann er mjög þétt setið bara að segja, sérstaklega frammegin. Það er fulla, já svona ég hugsa flestarna séu framarar þeirra megin. Það er bara vel setið en þétt í tveimur hólfum og hvert hólf er 190 sæti. Þetta er ríflega 100. Þetta er miklu meira en það. Ég myndi segja að þetta sé tæplega 200 hérna, eða 200. Þú segja að 190 hvora hólfi, þetta ætti að vera 400, þetta getur verið 300 hérna sko. Já, jável. Þetta er auðvitað 250-300 manns. Ég myndi halda það er bara ágætlega mætt í fyrsta leik svo snemma. Og ég hugsa að verði meira og meira eftir sem líður á daginn. Þegar fólk fyrir að vakna. Já, sjálfur að ég er með að vakna í hérna leikan. Ég snúsaði. En hingað er ég mættur, staðan er 7-6, 24 og 45 á klukkunni. 15 sekundur, ég ætla að spá því að fram skori. Ég ætla að vera 7-7 halvleik, hvað segir þú? 10 sekundur. Nei, ok, það er rétt hjá þér! Það er rétt hjá þér! Og hvað gerir það? Náðu 2 marka fórstu, það er svakalegt.
Og nei, tíminn er búinn. Tíminn er búinn í stöðunni 7-6. Hann flautar. Arnór flautar. Og þá er þetta fríkast hér þegar leiktíminn er liðin í fyrra áleik, staðan í 7-6 eftir 25 minna leik. Sjáum hvað hann gerir. Ég var aðeins að æsa í fólkinu. Þetta er spennandi. Tromma kom inn. Þessi andliti. Allt löglegt. Og þá eru lokatölur 7-6, það er hálfleikur hér í 10 mínútur og ég hvet fólk til að kíkja í sjoppuna frammi og hafa það gott. Eigum við að spá núna eða? Já, við ætlum að hendi spá. Ég ætla að spá 13-12 fyrir Víking. Nú? Já. Nú, ok. Ég ætla að spá... Ég ætla að segja, já, 13-12 Víkingur. Ég ætla að spá 14-13 fyrir Fram. Ég er að fýla þetta. 13-14 fyrir Fram. Herru, á þeim nótum ætlum við að taka okkur hlé, komum eftir örskama stund. Hvort við höfum ekki bara myndalinn í gangi og slökkum á Já, mækunum? myndalinn verður bara í gangi, við slökkum á mækunum og hérna við komum á vörmuspori. Staðan er 7-6 fyrir Víking í þessum úrslitaleik fjórðaflokks kvenna yngri. 25 mínútur eftir. 25 mínútur eftir og við hvetjum ykkur til að halda árum að horfa. Leikur byrjar eftir það bil 10 mínútur. Aðeins minna. Sjáumst. Maggi, er ekki sniðugt að hafa velurnar, þú veist, ef við ekki hafa kannski okkur borðið niður eða saman eða? Nei, ég held ekki með það. Er búið að græða þetta? Það getur morgun. Er ég að ekki koma? Hæ? Hann er 11:15. Það er smá pása með. Þú veitir aðeins andað og náði þér og... Hvað gerðist þér þá? Já, ok. Það er ná. Fram að ég var alltaf lík. Og það startaði þetta ekki? Já. Ég hótt á hana. Varstu þú tveimur eða þremur? Þremur? Í hvað? Þú voru að segja mér hvað leikir og hvað leikir? Bara klála, ha? Hvað er margir leikir? 7. Dagskrán, ef þú ferðin að HSI.is bara þá sérðu alltaf dagskrán, ef þú getur sett upp hvern leik bara upp, þú veist, annars er tilbúið annars er tilbúið fyrir einhvern að ég kann ekkert að geta, það verður einhvern að vera Gaukur er komin að
Velkomin aftur, síðar áleikur þá hafinn. Staðan 7-6 fyrir þá sem voru bara stillin. Já, staðan er eins og Bergur segir 7-6 Fyrir þá sem voru stillin. og við vorum að spá hérna í fyrirháleik. Ég spáði 13-12 fyrir Víking Ég og spáði 13-14 fyrir Fram. fyrir Fram, nákvæmlega. Já, veistla. Alltaf gaman svona þegar við spáum sig. Já, þetta er bara svona löflegt. Ég held ekkert með Víking og þú heldur ekkert með Fram. Við erum bara hérna, bara svona fyrir okkur að fylgjast með þessu. Fram með A-landsliðsmann. Fram með A-landsliðsmann. Rólandur Ratsi. Já. Og það var leikmaður nr. 79 sem skoraði þetta rosalega mark, Marja Ellen Birgisdóttir. Þetta var svakalegt. Þú bara hamraði. Ég ætla að sjá þetta aftur. Þetta var Samuel Örn Erlingsson eins og hvernig hann. Þú ætlar að horfa á þetta, já, við erum aðeins eftir að við getum horft á okkur hérna. Þetta er líka bara komið upp úr hurru. Já, þruma úr heiðskýru. Þetta var hammer. Bara 1-2 skref og Ég hugsa að fyrir á kamerunni hefði ekki eins og var þetta, það er bara þannig. Fyrirhandi leikmaður Reykjavíkur úrvalsins og gott betur en það. Já, hún er kannski svona varan inn, ég veit ekki. Jæja, það setja hann á línu hér, brotið. Framstúlkur í sókn og Víkingar í vörðinni hér í stöðunni 7-7. Þetta byrja vel fyrir þína menn, Bergur. Já. Þína menn í gæslöfum. Þú er búin að tippa framarinn 13-14. Einmitt, en þetta er svona meira bara akademisk spá. Það er rétt, og það er mark. Átasöld, klassik. Það er leikmaður nr. 67 með sitt fyrsta mark, Ragnheiður Ásmundardóttir. Ég finn samt hvað ég farin að halda meira með Fram núna. Ertu, já, þú tippar, já, ég skilji. Ég er alveg hlutlaus þegar ég var bara svo að vera gaman að hitta á spanna. Alltaf gaman að hitta á spanna, sko. Já, það er það. Það er veisla. Það er búin að skora svolítið mikið, sko. Já, það eru byrjað svolítið sterkt hérna. Já. Þetta er korrekt. Þetta er nú víti. Já. Hún var þetta aldrei komin, þú veist, hún var aldrei hérna, ekki með komin með vald á boltanum í færi. Fannst þetta víti? Já, ok. Ég var að segja að dómarinn í hálfleik hefur verið að hrósa þeim í fyrirhálfleik og þeir eru flottir, en ég, kannski að víti og Karolín Jack. Skora sitt hvað? Það er leikmaður nr. 25 að skora sitt 4. mark, Karolína Jack. Hún er ekki með og vantar aðeins svona pái þegar ég segja Jacki, sko, en hérna, ég tek þetta á mig. Erum við kvöldur saman að Jack? Nei, já, veist, kannski, ég veit það ekki. Þú þekkir það? 8-8 staðan. Vel var hann og Inga. Númer 1, Anna Vala Axelsdóttir. Settu boltan hennar. Báðir markmenn komið með 6 varðar, hár rétt hjá Bergur. Þú ert með 12 á hreinu og Brynhildur Vala stelur boltanum hér. Hvað gerist? Já. Alveg afslutur. Númer 33 með sitt 3. mark, Brynhildur Vala Bíasdóttir. Sultuslögg bara. Þetta var vel klárað. Já, stökk bara upp á 9. Staðan er 9-8. Eftir 3 mínútur. Annarkvort er róast eftir og þetta verður nálægt spann okkar eða þá erum við rugglum og það skora miklu meira. Og það verður svona 16-16 eða eitthvað. Við erum að tala um að við vantar 4 mörk á bæði liði upp að spanna þína. Já. Og aðeins meira upp á mínu sko. Og 8 mörk á 22 mínútum. Ég hugsa að líklega að skora meira. Eins og eru. Ég var ekki minna að dæmið út frá fyrirhálfleiknum sem er kannski klúður. Nei, það er eina sem að getur dæmt út frá. Já, það er svo sem rétt. Já, það er rétt. Það er ável að dæma frá því. Það byrjuð líka svolítið sterkt á henni og svo aðeins óvæst, þannig að það getur verið að sama núna. Já, getur. Það er stress í gangi, það er Íslandsmeistari titill í húfi. Auðvitað er allir bara að njóta þess að spila hérna. En það er, já. Sendingun á línu hér. Það er eitthvað, svakaleg baráttu boltan. Já, en þetta er baráttu boltan. Þetta var skemmtilegt. Nei, Þorgils á myndalni. Hvað séu þið? Já, Gilsarinn er mættur. Gilsinn ekkur okkar fjölusmanna Þorgils á kamerunni, Þorgils Garðar Þráinsson. Sérstanda til hægri á skjánum. Heitir hann ekki? Er ég að ruggla? Hann er Gunnþórsson. Ég get bara... Ég byrst innlega afsökunar, ég er í rugglunum, klukkan er alltaf lítið hér á, ég vildi segja sunnudegi, það er 5 dagar, það er svona sunnudagar í manni. Þorgils Garðar Gunnþórsson. Gunnþórsson, þetta var rétt af henni annar tilvæðin. Ég segði Þráinsson fyrst, það var ekki alveg gott. Albert Garðar Þráinsson. Einmitt, það er þetta, það er í alveg þetta, veistla. Það er turnin í Kópavogi, Albert Garðar Þráinsson. Þorgils Garðar Gunnþórsson.
Þótt GG. Já, vel gert. Flott mark hana. Og leikmann nummer 67 með sitt annað mark, Ragnheiður Ásmundardóttir. Skora annað markið sitt. Já, 9-9 eftir 5 mínútur í seinni hálfleik. Það eru 20 mínútur eftir. Við talum hvað? 9 mörk upp á Spána mína og 7 mörk upp á Spána mína. Já, ég veit ekki alveg hvað það halda. Og það hefur verið gott þarna að brjóta á Karlinu Jack. Og Patrik Maximilian bendir á hvert á að vera tekið. Patrik Maximilian með snúð í hárinu. Já. Eða svona tegja, ég veit ekki alveg, er þetta ekki snúður eða? Það er 1,5 ár síðan ég las að snúður og væri komin úr tísku. Já, hann er frá Vestmannaeyjum. Hann fattar þetta ekki alveg, númga þessi, ég sá þetta ekki nummer 5. Já. Og hann leikmaður nummer 5 með sitt annað mark, Sóley Bjarkadóttir. Takk fyrir henni að trufla mig í lýsingunni. Ég er bara fólki að heyra við. Já, út flottur. Það er 10-9 staðan fyrir Víking. Sérð þú að lága skjáinn hana, sérð, þú veist. Má sjá við, já. Þú veist að ná svona skilur. Hérna eru komið með aðeins að fylgja bara skilur. Bara hotn í hotn skilur. Þannig að þú getur séð á. Já, hvað er þetta nú með 79? Já. María Ellen Birgisdóttir. Það var leikmann númer 79 með sitt 4. mark, María Ellen Birgisdóttir. Ég er ekki frá það að varði hann inn. Hún var þarna inn, ég veit ekki henni varði fyrir það. Nei, ég er ekki frá það. Nei, ég veit. Ég myndi aldrei byggja fyrir. Einmitt. Geturðu sagt mér satt, ég er skotið flottir. Geggjaðir. Ég myndi bara ekki reyma og þá verður það ennþá geggjaðir eftir að gera þetta mikið á þessu leysa. Ég er að undirbúa mig. Það er mark! Númer 33 með sitt 4. mark fyrir Víking, Brynhildur Vala Björnsdóttir. Og þá staðan 11-10. 7 mínútur búnar. Já, það er 8 mínútur eftir að leiknum. Það er bara svoleiðis. Nema það eru framlengt. Nema. Það er 8 mínútur eftir af venjulegum leiktíma sem maður. Það er rétt. Og þversending hérna. Þetta var skreflegt fannst mér. Já. Vel varið. Númer 1 með sitt 7. varðarskot, Anna Vala Axelsdóttir. Og hinum veginn, númer 89 með sitt 7. varðarskot einnig, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Spáðu verður kannski eftir markmiðinu verja svona. Já, það satt ekki fræðileg eins og mig, hvað sagði ekki 13-12? Það er aldrei lífinu fara að gerast. 2 síðust átt. Þetta var snýst á bara um það hvort að framvinni eða vinguvinni, skilur við. Já, nákvæmlega, ég þú segði pluss 1 og fram Víking. Ég ætla að tala með spáum mín muni ekki í gang, ég ætla að staðfesta það hér. Þetta er víti. Þetta er 2 mínútur og fríkast myndi ég að dæma. Ég finnst þetta að vera frekar vítalegt. Þetta er fríkast. Þetta er maður víti. Nei. Ég held ekki. Þeir dæma vítakast. Já, ok. Mér finnst þetta að vera víti. Stúkan ekki sammála kannski? Stúkan, sko þetta var ekki vítakast. Ef að skoða? Nei, mér fannst þetta fríkast og 2. En ég er ekki dómari. Ekki heldur. Og það er leikmaður númer 77 með sitt 3. mark fyrir fram, Harpa Elín Haraldsdóttir. Já, takk fyrir þetta Bergur. Staðan er 11-11, þetta var Harpa Elín að skora víti sem okkur fannst að vera dæmt hérna. Mér fannst þetta að vera víti. Já, ok, mér fannst ekki að vera víti. En að ég voru, mér fannst þetta dæma fríkasturunni fyrst, svo breytari. En flottir, já. Það var númer 21 með sitt annar mark fyrir Víking, Hekla Sól Hafsteinsdóttir og þá staðan 12-11 hér. 8 mínútur liðnar af síðari hálfleik. 17 mínútur eftir. Nú er komið góð stemning í stúkuna. Ég er að segja það er alveg rúmlega 300 manns inn í húsinu. Það er bara óþægilega hátt. Já, þannig. Það mætti vera aðeins rólegri. Vel varið. Og með sitt 8. varðarskot númer 1 í liði Víkings, Anna Vala Axelsdóttir. Það er 8. 8. varðarskotið sitt. Það verður gaman að sjá hverjum verður mann leiksins sem að háa sér vel við nættir. Ekki við? Nei, við getum alltaf að valda okkar, skilur við. Við getum alveg tilkynna í útefninu hvað okkur finnst, eða sjónflinu fyrir ekki hvað okkur finnst. En svo velur hérna HSI. Við verðum eiginlega að velja svo fólk viti hvort... Já, ég er alveg saman á því. Það er nú alltaf svona, þetta er oftast augljóst, en kannski koma kannski tveiti greina að þetta er sigurlið og kannski markmaður er búinn að vera mikið og einn búinn að skora mikið. En hérna... eins og það var erfitt í gær að velja milli mínu og Ingvars. Já, alveg saman á því. Ég valdi því í hjartanu en tilkynnti það ekki bara.
Já. Þetta sending og markmann eða ekki? Nei, hún fór í hann heldur. Ok, mér finnst hún bara svona missan. Já, ok. Sem hefur kannski verið skrítið. Þeir hefðu dæmt á. Herru, við erum að tala með staðinn 12-11 liðin sem eigast við eru Fram og Víkingur. Þetta er baráttan Íslandsmeistaratitilinn í fjórðaflokki kvenna yngri. Selfossingar farnir að Næsti leikur er Selfoss FH í fjórða karla yngri. Það er nóg að gera framöndan. Og afturvinnurinn og þetta er lína hér. Þetta var Sæjum Nanna. Annars þetta er varið á. En hún fær ekki varið hana. Nei, fínur. Það eru tæplega 10 konar klukkuna 12-11. Ef það eru bara 2 mörk skorið upp út í leiknum þá gæti ég ná spánu minni. Það gæti gerst. En ég er búinn að tilkynna það hér að það gerist ekki. Klassíska korterið með 1 mark á lið. Hann er nú farið aftan í hana. Númer 89, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Þarna hefur verið nærið þetta með vítaheldunni náðan. Ég hefði spæst í vítið þarna líka. Það er ráðað svolítið æsta núna. Nú verður aðeins erfiðar við dómarna. Þetta er náttúrulega, ef ég segi, það er Íslandsmeistaratitils leikur. Þú vinnur ekki leikið svona. Bara, það að segja það núna. Új. Þú nærði að gera það svona, en ef þú ætlar að vera flýtað svona mikið Já, ég er samanlega. Það þarf að spila aðeins með núna. Það eru hérna líka treyst á einstaklingsframtak hérna núna frá Karlinu og Brynhildi. Það eru yfir. Ha? Það eru yfir. Já. Það þurfa ekkert að stressa sig. Nei, það er rétt. Það er bara að taka smá tíma og fá gott fær núna. Gera, Þetta er allavega viti. Ég veit að ég 2 mínútur hana. Ég misti eiginlega af þessu. Þetta var Elín Ása sem fór í gegn hana. Og mér sýndist hún bara að setja fótu fyrir hana. Elva Björg Ægisdóttir. Það er Karlina á punktinn. Og skora. Og það er leikmaður nummer 25 að skora sitt 5. mark. Karlina Jack. 5. mark hennar. Og staðan er 13-11. Sástu þér ekkert á myndaðinni, hvað gerist? Ekki? Nei. Ok, það tala hana í vítakastinu. Og mér sýndist hún setja fótu fyrir hún felldi hann eitthvað með. Og eitthvað óvart sko en. Nei, góðan daginn Helgi er mættur hér sem ætla að lýsa henni morgun. En þetta gerist fyrir gott fólk. Og það er leikmann nummer 57 hér. Númer 57 Sæjun Nanna Ægisdóttir með sitt 1. mark og kemur stöðunni í 13-12. Við viljum semst engin mörk, ekki fleiri mörk. Já, ég ætla að spá mikið á gerti það þarf að vera 0-0 síðustu 13 mínútur leiksins. Það getur gerst. Það var 2-0 fyrir Frams og Mýnsbakgangi. Rétt. Það er vel brotið á frömmurum. Það er flott vörn. Já, þær þurfa að vera svolítið aggressíva núna. Þær eru bara mark undir og það er alltaf að vinna leikinn. Það eru á 13 mínútur eftir á tímabilinu. Og þá þarf að leggja allt í sölurnar. Og hér er brotið á Karlin Jack. Hún biður 2, það er nú kannski svolítið skrítið. Leikmenn eiga nú ekki að vera í þessu, finnst mér. Að vera að biðja eitthvað. Betur að bekki bara að sjá það. Já, menn dómarinn er bara að dæma eins og þetta á að fara. Og vel spila hann á línu hér. Og fríkast dæmt eða brotið hér á Heklu Sól. Höndin komin upp. Já, höndin uppi. Og Hekla Sól aftur og það er varðið. Númer 89 Harpa Karen Gunnlaugsdóttir, komið 9 varðiskot. Já, Mýnsbák gæti fara eftir. Hvað segir þið? Mýnsbák gæti orðið eftir. Já. Jaft. Þetta var leikmaður númer 77 ekki? Það var ekki 25. Það var ekki 25. Og það var leikmaður númer 77 með sitt 4. mark, Harpa Elín Haraldsdóttir. Ég held að það hefur verið Sigurður. Ég er bara alls ekki. Ég ætla að skráð hjá mér sem 77. Gæti alveg verið 77. Harpa Elín Haraldsdóttir. Ég get séð það að þú vilt. Já. Ég byrst afsökunar ef þið fyrir mér átt mál. Nei, þú fórst rétt með mál. Já. Beint í andlit þarna. Já, það er nú ekki þetta að segja heifið þessu, þetta var bara óvart. Þannig enginn leikur sig að því að negla í andlit hér. Kannski meint hann ekki þannig, hei. Nei. Staðan er svo 13-13 þegar 13 mínútur liðnar á síðuráleik. Það eru 12 mínútur eftir að leiknum á tímabilinu þessum stelpum. Flott lið hérna Fram og Víkingur. Og eins og ég sagði þá eru Patrik Maximilian og Arnór Jón að dæma hann leik vel. Allt vitlaust í stúkunni samt. Þessi að Fram með í bolta, það er nú ekki rétt. Það var ekki leikbrot. Hann er brjálar og trómunum hana. Þetta er nú ágætlega brotið hérna. Það fer að fara hitt í þetta Bergur. Já. Kom ekki eins út fyrir punkt eftir að taka fríkast. Já, þetta er, þú veist, fólk núna byrja allir að stressa sig. Óþarf að stressa sig að 50. morgun, uppstilningadagur. Velvarið. Hún var í teig hérna.
Númer 89 með sér 10. varaskot, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Ég held að núna fara mistökin að gerast og Fram skori 1 mark og það verður bara 1-0 síðustu 11 mínútur. Já, getur verið. Það er samt ekki. Það gæti verið. Já, þú veist þannig. Búið að vera frekar löng svo. Já, búið mjög lengi sókn og það búið mikið vesen hérna. Já, svona. Ég er að segja það, nú 11 mínútur eftir að verða allt fokalt inn í lokin. Þetta er Andrés að lýsa með þér eftir. Ég veit ekki hvað það er. Sko, það er spurningu enda hvort að Þetta er bara markmaður. Já, þetta er rétt enn. Já, Ég sá ekki. þeir voru óvissir þarna dómarinn sem er Patrik var með þetta hreinu eða ekki? Jú. Arnór spurði bara Patrik hvað það var að gera og Patrik var nær þessu. Já, ég er ekki frá því að hún fór bara í boltan. Það er allt í játnum hérna, staðan er 13-13, mikil stemning í stúkunni og það er kallað mikið á dómarnir, þetta var fótur á óöppin Já, leiðindi. og boltinn fram hérna Ekki bróta. og vel gert hjá Elín Ásu. Það leikmaður nummer 23 í liði Víkings með sitt fyrsta mark, Elín Ása Einarsdóttir. Það voru báðar okkar spár. Dauðar og ógildar, en nú snýst þetta það hvort liði vinnur upp á hvort það er rétt fyrir sem er sigurlið. Ég er með eina mjög góð hugmynd að þú bara hefur pennan alltaf opinn og þá þarf ekki alltaf að vera eitthvað að reyna að krota eitthvað og sér svo pennin. Já, mennur það var svona? Já. Að ég er alltaf í þessum? Já. Já, ég er með athyglisbrest og ég er rosa mikið svona. Þú getur haft annan pennan að Já, ég skal reyna þetta. þú getur tjekka á öðrum Já, pennanum og skrifa með hinnum. Já, ég er eitthvað veðsins með penna inn í útsendingu, vel varið. Það er ekkert að því. Númer 1, Anna Vala Axelsdóttir, kom með 9 varið skot. Ég verði það alveg að tjekka í pennan. Tjekka, já. Herru, staðan er 14-13 fyrir Víking og það eru 9,5 mínútur eftir. Taugarnar farnar að toga í mennina. Leikmennina það er að segja. Ég sé ekkert inn í vinstra hornið, það voru að lýsa því sem gerist þegar boltin verið í vinstra hornið. Já. Það er hérna sjónvarpsskjáði fyrir og að skot framhjá í óöppin. Já, ekki varið, það framhjá. Nei, og þetta var satt leikmann nr. 12, Ester Ögmundsdóttir sem átti held í sitt fyrsta skot í leiknum, óöppin. En staðan er á 14-13 en það verður Víking, það framarnir geta jafnað. Það er ekkert sem segir að þetta verður ekki framlegging bara. Það verður gaman. Það verður Það ekki er kannski gaman fyrir næstu lið sem voru að hita upp, eða það skiptir engum máli. Það geta bara heitað upp við HTS. Já, það er bara svoleiðis. Sátt leiðilegur og... Já. Nei, luftu! Új, ég myndi segja að það væri brot þarna á Brynhildi. Og hann er líka brot, og þetta mark. Hann flaut... Númer 33 með sitt 5. mark, Brynhildur Vala Bíasdóttir. Ég myndi nú segja að það verið fyrst Brynhildur braut á miðunni, Já. fór til stöngina. Ég sá þetta fara í stöngina, ekki inn. Mér sýndist það líka. Ég ætla að sjá þetta í endursýningunni. Það er alltaf verið að vitlaust, Haraldur er brjálaður hérna. Halli... Mér sýndist það skjóti í stöngina, maður sé að við erum að horfa á þetta. Hvernig ekki bara í stönga? Ég held að fara bara í stöngin. Ja, mér sýnist boltinn fara eingöngu í stöngina. Ég sá ekki betur. Þeir eru með eftirlismann, ég veit ekki hvað það segja eitthvað hérna. Eftirlismæðurinn allan á staðinu upp. Já, ég held að boltinn hafi ekki farið inn hana. Þannig að ekki fara inn. Mér sýnist það farið í stöng, svo sá ég bara lyft upp höndinni. Stöng. Að ég hugsaði að ætlaði að dæma þetta á brota á þetta, ég hugsaði að vera 2 mínútna brot svona víti. Já. En þeir dæma ekki dæma mark, 2 mínútna brot svona víti, það er bara réttu dómur sko. En hún samt brauta sér á miðunni og það skipti ekki máli, dæmdi ekki, en það er klálega brota á henni. Mér fannst þetta á miðinu vera gæti alveg að... Já, það var svo 50-50, já, en það var 100% brota á henni. Þannig að vít og 2 hefur verið réttu dómur, en ég held í alvörinni að boltinn að fara í stöngina. Ég held að það hafi stöngin Já. út. Og það hafi átt að dæma. Númer 89 með sitt 11. varaskot, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Framhaldið voru, Haraldur Þórðarsson bara var brjálaður. Veistu hvað, ég skil hann eiginlega bara. Já, þannig ef þetta fór í stöðu sko, já, ég held að boltinn hafi ekki farið inn. Ég sá hann ekki fara inn. Ég bara... Þeir eru með þetta hérna og Framarar með boltan hér geta mingan í 1. Það er kannski ómikið pirringur fram með henni í stúkunni til að framstelpunna geta einbætt sér almennilega þessu. Nei, ég segi svona, ég er að búa til múðæsing hérna. Það er ekki derfið að einbytta sér. Nei. Það eru 7 mínútur eftir Bergur, heldur það er séns hérna Framararnir. Já, alveg fullan sérst. Ok.
Já, skjóta henni fram, já, kannski svona svolítið pyrrað, hún skýtur bara hann úr engu, þú veist, upp á þurru. Kemur og sko fær boltan. Það er bara 0, bara kyrstur á skot. Og það er leikmaður númer 33 með sitt 7. mark, Brynhildur Vala Bíasdóttir. Það er spurning Bergur þegar ég tek alltaf markið síðan. Já. Og átaka framstelpur leiklið í stöðunni 16-13 fyrir Víking. Þá fáum við aftur að heyra framlagið held ég. Nefn hann setið Víkingslega og ég veit ekki. Já, það er bara svona til að fá það einhvern tímann. Já, spurning hvort það hendi samt á Víkingsleginu. Ef þú átt, Hafdís, ef þú átt Víkingslægi klárt, ég myndi kannski spila það því að það er hálf minút eftir. Já, þú ræður þessu. Ég er bara að spila einhvern tímann eða það taki ekki leikli, skilur við. Ég spila eftir bara. Spila bara næstu, það er taka bara til leikli. Spila þetta bara, halda bara áfram. Já, við erum að reyna að leiðbina Hafdís, við erum ekkert að leiðbina, hún er með þetta. Þetta er bara, við erum að reyna að spila hérna liðslögin þegar við taka leikli. Frambóð taka 2 leikli, þannig að framlagi búið að hljóma 2 svar. Við vonum bara að Víking að taka 1 leikli í lögin. Hvað er Selfoss með Selfosslagi? Það er bara að spila... Það er hérna eitthvað Sælan, eitthvað svona, það er eitthvað lag sem Ingo og Viðurgötni sungu Selfoss. Þetta er svona lag svona eitthvað, Sælan, draumalandið, eitthvað svona. Er ekki bara tekið þarna... Selfoss! Alltaf sumar á Selfossi. Hvað er það? FSU-lag, það er alltaf sumar á Selfossi. Já, ok. Sko. Ég held að það sé FSU-lag. Já, heyrðu. Það er líka að taka Selfoss er. Það er athyglisverðir hlutir að gerast hérna, maður til að zooma hérna, ok. Við hefum getað zooma hérna á eftirlitsfundin hérna. Við kannski... Var það ekki á því? Það var... Það var næstuði á því. Aftur spila alltaf, slakaði hafði svo stressu. Herri, hérna, það var smá eftirlitsfundur, Valgeir eftirlitsdómari var með á hérna Arnór Jón og Patrik í smá eftirlitsspjalli enda fór boltinn hugsaðlega stöngu út á hann. Smá hárblás. Ég hrósaði dómaranum í hálfleik og sagði mér sem við þá, ég sagði við höfum verið að hrósa minni í útsendingunni. Þeir voru mjög góðir fyrir hálfleik, það er búið að smá núansar í seinni hálfleik. Smá svona, það var óvíst með vítakast þarna, skrítið atvik hérna á hann. Já, vonandi er klári leikinn og haldi haus. Já. Það er spurning Róbert og Þyri hvort þið skipti eða Róbert fari hinum með Þyri hérna á kamerunni. Þannig að Þyri sjáu kannski. Þannig að viti hvernig það, þó ég treysti þér alveg. Kloppi. Já, Mikael Munin. Það var Sæjun Nanna Ægisdóttir. Númer 57 með sitt annar mark, Sæjun Nanna Ægisdóttir. Og kemur stöðin í 16-14, 6 mínútur eftir. Ég hvet ykkur áhorfendur til að styðja stelpurnar í 6 mínútur viðbót. Æsi spennandi leikur hér. Já, ég var hérna að æsa henni í áhorfendum. Já, þú þurfir þess ekkert. Nei, alveg aðeins, en ég er ánægð með þetta. Ég verðum að tala um að klukkan er ekki 10:30 og það er úrslitaleikur hér. Og úrslitaleikur í 4. hvernig yngri snemma morguns og uppstillingadegi og það er bara vel mætt í stúkuna. Ég kann ekki að zooma. Kanntu ekki að? Þú þurfir þess ekkert. Þarf ekki að zooma? Nei, það er alltaf góð. Getur sýnt þér eftir líka. Og Kalina Jakob Hundin og það er varið! Númer 89 með sitt 13. varðarskot, Harpa Karen Gunnlaugsdóttir. Harpa Karen með 13 varinn, hún er að standa sig gífulega vel. Anna Vala í einu markinu með 9 markmennir flottir. Núna sjáðu, heyrðu. Hvað séu þið? Heyrðu í stúkunni. Já. Hvað gera fram stúlkur hér? Ég hlakka smá til eftir leikinn, sjá svona hvernig viðbröð verða ef að fram vinnur ekki. Jæja, við skulum ekki pæla í núna, það eru 4,5 eftir, það er æsi spennandi leikur hérna í gangi, staðinn 16-14. Víking stúlkur eru yfir. Það var svolítið bráður að sér enna, flautinu held ég. Já. Já, kannski ekki. Já, þannig. Gæti alveg verið 3 sekúndum að þetta koma. Númer 1 með sér 10. varðarskot, Anna Vala Axelsdóttir. Jæja, Bergur, 16-14 Víkingar með boltan hérna 2 mörkum yfir, 4 mínútur eftir. Ég var eiginlega búinn að spá fram sigri. Þetta hlýtur að vera vítakast. Þetta var skrítið. Mér fannst það. Já, ég ætla nú, ég vil ekki vera eitthvað leiðilegur en mér fannst það að vera mikið vítakast. Jæja, leikurinn heldur áfram. Það er náttúrulega mjög öflugandi fyrir utan Brynhildur og Karlín að fara í mikið að gafbreyfingu og fyndum hérna. Spurning að láta fólki heima auðvitað, 21 mínúta búinn. Já, það eru 3:40 eftir hér. Næsti leikur hefst síðan bara 11:15, þannig að ef við tökum á að kíkja í Dalhús þá er 4. Kalla yngri Selfoss FH sem byrjar 11:15 og það getur komið óvart hver lýsi hvort að ég og Helgi lýsum, já, mark hérna
Númer 25 með sitt 7. mark, Karlín Atja. Það er bara tilkynna Helgi sem ætla að lýsa henni morgunum mættur í hús og svo er Andrés á svæðinu og við veitum ekkert hvað gerist hérna eftir. Hver eru að spila eftir? Selfoss og FH í 4. kalla yngri. Hver eru leik eftir það? Svo er Valur Fjölnir í 4. kalla eldri. Já. Og staðan er 17-14, 3 mínútur eftir. Það er bara mikið spenna þessu Bergur. Já, og góður háa í stúkunni. Já, þetta er bara gott. Víkingstelpur með yfirhundun og búin að vera með leikinn svolítið eiginlega allan seinna hálfleik finnst mér. Það eru líklegri en kannski þessi dómurinn á hann ef hann ekki, ég veit ekki, maður veit aldrei. Það hefur nú alltaf verið víti samt. Já, það hefur reynda verið víti og 2, þannig að það kannski hefði verið verra einhver leiti. Já, en ég er bara svona að spá upp á pyrringin svona en það skiptir ekki máli, þetta er bara leikurinn heldur áfram að verða að gleyma þessu. Þetta er eitthvað, já, maður á ekki að láta þetta. Nei, en það gerist oft ósjálfrátt, skilur við. En maður að reyna að Við erum ennþá að tala um þetta til dæmis. Við megum það. Þetta er sjó fyrir okkur. Új, skotið slána hana og var óöpinn Heklasól. Framstúlkur hafa 2 mínútur og 10 sekúndur til að jafna leikinn. Það eru 3 mörkum frá. 17-14 í staðan. Það getur ekki verið á lengi sókn núna. Fríkast hér, vel brotið. Þetta var Harpa Elín Haraldsdóttir. Og í hægri skyttunni Marja Ellen Birgisdóttir. Og í vinstri skyttunni er Ragnheiður Ásmundardóttir. Það er alltaf búin að skora mörk að stelpuna fyrir utan. Og reyna að setja boltann í hornið. Á sæjunni Nönnu. Víkingur að fara langleginn með að klára þetta núna. Já, ég meina það er 1:35 eftir, það er 3 yfir. Framlið þarf að fara að skora bráðum. Það er að skora, verjast, skora allir að jafna. Skora, það er bara 1,5 eftir. Já, þetta er erfið sóknarleikur. Víkingsvörðin er sterk og þær eru að þvinga þær í svona skot fyrir utan og þær eru að skjóta úr kyrstöðu í engu tempói. Ég hefði viljað fá skotið sko eftir þetta spil. Já, algjörlega. Ég er alveg sammála því. Þetta er svolítið þungt hjá framstelpunum. Og Víkingstelpunar sem eru 3 mörkum yfir eru búin að vera betri inn í seinna hálfleik. Það var jafnt í fyrri hálfleik fannst mér. En seinna hálfleikin hefur verið eign Víkinga heilt yfir. 1 mínúta eftir. Þetta er mark! Já, flott mark. Þetta var leikmaður nr. 12 eða ekki? Jú. Það var leikmaður nr. 12 með sitt fyrsta mark, Ester Ögmundsdóttir. Þannig 18-14, 43 sekúndur eftir. Víkingar er að vera Íslandsmeistarar í 4. kvenna yngri. Heldur að verða eitthvað fjöðrafólk? Nei, já, þú veist, ég hugsa menn láta þessi heyra, Ási formaður og Halli og svona, þeir munu koma að tala við dómarna þetta. Já, ég held það líka. Þetta er mark! Og það er leikmaður nr. 77 með sitt 5. mark, Harpa Elín Haraldsdóttir. 20 sekundur eftir eða 18 sekundur eftir. Stúkan staðinn upp. Já, enda er það Íslandsmeistarar að staðan 18-15 og Valdallína 6 sekundur eftir. 18-15, það eru 3 sekundur eftir. Og það er búið og hún var inn á varinn. Bergur, þú klárar þetta í útsendingunni. Já, ég kláru útsendingu, velja leikmann og mannleiksins og svona. Á það er ljóst að Íslandsmeistarar í 4. kvenna yngri árið 2016 er lið Víkings. Hjördís Guðmundsdóttir ámyndi velun. Dreymir mynda eitthvað? Hjördís Guðmundsdóttir. Já. Já. Hjördís Guðmundsdóttir mannstað bara. Já. Maður leiksins er þessi hérna. Já. Og með 6, já. Við byrjum á því. Já. Svo kemur silfurliðið á það. Og svo gullliðið. Ok. Myndataka er þannig í hóttinu. Takk hérlega. Er það svoleiðis? Já, það er að fara margt þannig. Hvenær tilkynni mannleiksins? Bara eftir Haldís. Já, ekkert spila neitt núna, ekki spila neitt fyrir þetta búið bara. Róleg bara, róleg. Róleg bara. Róleg sagði ég. Þetta er bara róleg. Hver er þetta? Haltu áfram með útsýninga? Já, ég er bara sína bara velun aðeins. Já, Bergur, þú kannski heldur að það maður lýsa henni, ég ætla að tilkynna.
Já, nú ekki mikið að lýsa, bara Víkingur eru að fagna. Svo heyrið held ég í Ingvar líka, þannig að ég þarf bara að þegja. Sem ég ætla að biðja að koma þá hjá velunapallinum hjá Hjördísi Guðmundsdóttur sem ætlar að hafa þetta velunir. Og það úr sigurliðinu með 6 mörk skoruð, nr. 33, Brynhildur Vala Björnsdóttir. Hún ætlar að koma hérna fram á gólfið á, þakkaði viðurkenningarskyldi frá Hjördísi. Og kannski fá mynd hérna hjá Þorgils. Brynhildur, hún var skoðað við til Þorgils hjá Hanna. Og því næst ættum við að kalla upp oss svið frábært silfurlið Fram, gjör svo vel, númer í öðru seti, lið Fram. Já, klöpum við að dula fyrir þeim. Framlega núna bara með þetta bakkanum. Já, ekki sögt, bara róla. Framarar. Já, við erum að henda henni í framlega búið að veluna Brynhildi, sko ég hefði valið Brynhildi, já sjálfur líklega, ef að frammiði unnið að ég velja Hörpu Karin. Já, ég hefði valið hann að sjálf. Já, en það er kannski skrítið að velja Hörpu Karin, en það er alveg má að velja úr tabliðinu, skilur við? Já, það má, hún stóð sér frábærlega. En já, þú bara klárar þetta hérna, ég er að tilkynna tilkynni Víkingan og Pall hérna. Róbert Geir Gíslason og Hjördís Guðmundsdóttir frá HSÍ er að afhenda verðlaun. Framstúlkurnar eru á palli núna. Við kannski rennum yfir, við vorum ekki að fara yfir allir framstelpur sem eru í öðru seti á Íslandsmótinu 4 kvann yngri. Nr. 89 Harpa Karin Gunnlaugsdóttir, nr. 4 Daðey Ásta Halldórsdóttir, nr. 5 María Héðinsdóttir, nr. 9 Elisabeth Ingvarsdóttir, nr. 17 Elva Björg Ægisdóttir. Ingvarsdóttir. Elisabeth Ingvarsdóttir, já sorry. Nei, ég er bara spákur. Nr. 17 Elva Björg, já minn, nei. Nr. 21 Guðrún Pétursdóttir, 23 Hlín Björnsdóttir, 25 Sigríður Berglind Hermannsdóttir, 55 Helena Sif Gunnlaugsdóttir, 57 Sæunn Nanna Ægisdóttir, 67 Ragnheiður Ásmundardóttir, 77 Harpa Elín Haraldsdóttir, 79 María Ellen Birgisdóttir og 81 Agnes Pétursdóttir og Rólandur Ratsi og Hafdís Júra eru þjálfarar. Þetta er silfurlið Fram, óskum til hamingju. Innilega. Og þú mátt ruggla eitthvað núna í smástund. Já, ég get sagt ykkur að markaskorarar Framara voru Elva Björg Ægisdóttir með 2 mörk, Sæunn Nanna Ægisdóttir með 2 mörk, Ragnheiður Ásmundardóttir með 2 mörk, Harpa Elín Haraldsdóttir með 5 mörk, María Ellen Birgisdóttir með 4 mörk. Svo var sjálfsög Harpa Karin í markinu og hún varði 13 bolta. Já, gefum gott klappattur silfurlið Fram. Og þá er það Íslandsmeistarar í fjórðaflokki kvenna yngri eftir frábæran 18-15 sigur Víkingur. Nú mástu spila Víkingslægi. Já, aðeins þarra kannski. Aðeins þarra. Já, finn svona. Þú ert með þetta. Herru, hérna Bergur, vilt þú taka með honum eftir? Viltu tækni með honum og ég taka með honum og fá Andris með honum? Ég fá Andris með honum? Ef hann til, ég er klár í það. Ég er til í það. Það er bara vilt. Það er ekki að því það? Andris spurði eitthvað svona það er bara ekki. Hvað segir þið? Já. Herru, sigurverðin á Víking, Anna Vala Axelsdóttir nr. 1, nr. 10 Embla Herbjörnsdóttir, nr. 3 Ísabella Ösp Herbjörnsdóttir, nr. 5 Sóli Bjarkadóttir, nr. 9 Jóhanna Kristín Magnúsdóttir, nr. 12 Ester Ögmundsdóttir, nr. 21 Hekla Sól Hafsteinsdóttir, nr. 23 Elín Ása Einarsdóttir, nr. 25 Karolína Jack, nr. 26 Karolína Sumarliðadóttir og nr. 33 maðurleiksins Brynhildur Vala Björnsdóttir, þjálfarar Díana Guðjónsdóttir og Helga Birna Brynjarsdóttir. Við óskum innilega til hamingju með þetta, frábær leikur. Ég er kannski í gegnum markaskorunum hérna líka. Sóley Bjarkadóttir með 2 mörk, Ester Ögmundsdóttir með 1 mark, Hekla Sól Hafsteinsdóttir með 2 mörk, Elín Ásta Einarsdóttir með 1 mark, Karolína Jack með 6 mörk og Brynhildur Vala Björnsdóttir með 6 mörk. Og í markinu var Anna Vala Axelsdóttir með 11 varða bolta. Ég fá byggarinn á hækvið. Eurovision. Bám. Það var að spila tínu. Og þá er ekkert eftir nema að afhendum byggarinn sjálfan. Til hamingju stúlkur enn og aftur Íslandsmeistarar Víkings. Og hækka. Hanna. Alveg bara stolta. Já. Og leiðum bara rúlla alveg. Simply the best. Það er bara að spóla inn í lagið þess.
Það er svona að spóla bara inn í lagið, þetta er svo lengi að byrja. Já. Já, virkilega glæsilega þarna. Þegar þeir hafa klárað að fagna á pallinu þá ætla að taka myndböndum inn í hópinu. Já, til hamingju Díana og til hamingju Helga. Þeir eru þá að fá myndböndum á sigurliðinu hérna í markinu í hópinu. Fylgir bara Magnúsi Kára, HSI starfsmanni. Innilega til hamingju enn og aftur Víkingur. Hvað segirðu?
fæslu á stólum. Taka fæslu á stólum. Það er kannski ekki pláss hérna. Þetta er ekki svona þeir. Það sér ekki pláss. Þetta er eitthvað á lægir.